þegar Ásgerður kemur heim frá námi í Kaupmannahöfn og þá byrjar hún að vefa í byrjun 7. áratugarins og þá kemur hún auðvitað inn í íslenska myndlistarsenu þar sem að abstrakt málverkið í gangi, mjög sterk málarahefð og þessi klassísku miðlar, en hún notar vefnaðinn alltaf og fyrir henni bara að blanda þráðunum saman, bara það sama og fyrir málaranum að blanda liti. Og við erum með hérna verk bæði fíguratív frá því hún alveg að byrja og svo fær hún sig mjög fljótlega út í abstrakt verk og vefur bæði sléttan vefnað og svo kallan röggvavefnað eða ríjateppi þar sem hún að lyfta aðeins, þræðirnir liggja lausir á yfirborðinu og hún lyftir aðeins vefnaðinum upp. Í kringum 1967 þá byrjar hún í fyrsta sinn að nota hrosshár í verkin. Þá voru þau fyrst bara létt og aðeins að lyfta yfirborðinu, en svo verða þau þéttari þegar líður á og verða svolítið meiri massi, verða þéttir þríhyrningar og ferhyrningar sem hún notar hrosshárið í.